Það mikilvægasta sem við gerum í stærðfræði í algebru að læra að þátta. Og þið eru nýbúin að vera að skoða liðun og liðun þýðir í einhverjum skilningi bara margfalda inn í sviga. Þannig að til dæmis fáum við hérna út AB plus AC af því að A-ið blandast einhvern veginn inn í svigan. Þáttun í svona einfaldasta formi einfaldlega andstæða liðunar í þeim skilningi að hérna erum við með 2 liði og við ætlum að breyta því í rauninni í 1 með því að taka út fyrir sviga það sem er sameiginlegt. Í þessum 2 liðum A sameiginlegt, kemur fyrir hér og hér. Þannig að við tökum það út fyrir sviga og hugsaum þá með okkur hvað margfaldaði með A til að fá út AB, það lítur að vera B, og hvað margfaldaði með A til að fá út AC, þá kemur hérna þá plus C, því það lítur að vera C. Þannig að við fáum í rauninni fullkomnar andstæður hérna. Þetta er sama reglan, en annars vegar lítum við á þetta sem þáttun og hins vegar liðun. Þannig að þegar við setjum þetta fram með einhverjum formlegum hætti, þá getum við kallað þetta dreifireglu. Ef við viljum horfa á marga liði og þeir innihalda allir eitthvað í sama, eins og hérna x, 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 þá getum við haft þetta x fyrir utan sviga og þá erum við búin að breyta þessu öllu hérna í 1 lið. Þetta köllum við einfaldlega að taka út fyrir sviga. Þannig að hér erum við með 3 liði, x, y, x, z, x tvöfaldað og við erum að hugsa það sem er sameiginlegt og í þessu tilviki er það bara x og þá er ekkert meira um það að segja. Þess vegna getum við alltaf þáttað með þessari reglu. Nú, þegar við erum að þátta með því að taka út fyrir sviga, þá erum við að horfa á marga liði og finna það mesta sem er sameiginlegt með báðum liðum eða öllum liðunum. Hérna er A í öðru og x, en hérna er bara AX. Ég get ekki tekið A í öðru út fyrir sviga, af því að A í öðru er bara hér en ekki hér. En A kemur fyrir bæði hér og hér, og x bæði hér og hér. Þannig að ég get tekið bæði A og x út fyrir sviga og hugsa mér þá tilbaka, hvað margfaldaði með AX til að fá A í öðru x? Og það er A, af því að ef ég myndi margfalda tilbaka inn í svigan, þá fæ ég hérna A sinnum A sem er A í öðru og x er kemur með, þannig að það passa við A í öðru x. Svo mínus hér, þannig að gefur mínus hér og alveg eins, AX sinnum hvað gefur mér AX, það er bara sami hluturinn, þannig að hann margfaldast bara með 1, þannig að þetta er þá rétt þáttun. Svipað hérna, við horfum á 2 liði, nýtt dæmi, 2a í öðru x plus 3ax í öðru. Við getum ekki tekið tölurnar út fyrir sviga, af því að tvistur og þristur eiga engan sameiginlegan þátt nema ás. Þannig að við horfum á bókstafina, hérna er a í öðru og hérna er a. A er þá allavega sameiginlegt. Hérna er x og hérna er x í öðru og x er líka sameiginlegt. Þannig að alveg eins og áðan getum við tekið x, ax út fyrir sviga og hugsaum tilbaka, hvað margfalda ég með ax til að fá 2a í öðru x. Í fyrsta lagi vantar mér tvistinn, svo á að vera a í öðru, en hérna er bara a, þannig að mér vantar 1a. Og svo er bara x og það kemur þá með þessu x í hérna. Þannig að ég hugsa tilbaka, er þetta jörulega 2a í öðru x? Jú, það passar. Og síðan plus, hvað vantar mér hérna? Mér vantar þristinn. Og ég er með 1a hérna og 1a hérna, þannig að það kemur að sjálfu sér. En hérna er ég með x, en ég þarf að fá út x í öðru, þannig að ég bæti við einu x hér. Og hugsa tilbaka, verður þetta ekki örugglega 3ax í öðru? Jú, af því að 3x sinnum ax er 3a x sinnum x sem er x í öðru, þannig að þessi þáttun passar hjá mér. Við getum líka haft marga liði. Byrjum á að hugsa hvern þátt fyrir sig. Tvistur, þristur, fjarki, getum ekki þáttan neitt með tölum hér. A í öðru, a, þannig að alls staðar er a, x, x og x, þannig að alveg svo áðan, ax getur komið út fyrir sviga og svo hugsaum við tilbaka, tvist þarf ég í fremsta liðinn og 1a í viðbót, mínus, þrist þarf ég hérna í miðjuliðinn og ekkert annað, af því að 3ax gefur mér þetta hér. Og svo vantar mig hérna fjarka í þennan aftasta. Það var nú lítið pláss hérna fyrir þetta. Fjarki hérna
og ég með ax hér og a hér, en mér vantar eitt x í viðbót, þannig að það kemur þá 4x hérna. Þannig að þetta þá rétt háttun í 3 liðum. Í þessu dæmi gengur 5 allstaðar upp í töluna í öllum 3 liðunum. 5 sinnum 1, 5 sinnum 2 og 5 sinnum 3. Þannig að hér getið tekið 5 út fyrir svega og x líka allstaðar sameiginlegur, x í öðru og x í þriðja, en kemur bara fyrir einum lið, þannig að getum ekki tekið hann út fyrir svega. 5x út fyrir svega, 5x sinnum 1 gefur mér 5x, þannig að það fyrst. Svo vantar mig hérna að fá 10, þannig að tvisvar sinnum 5 10, þannig að ég tek tvist hérna inn í. Svo þarf ég að fá x í öðru, þannig að ég bæti einu x við. Og ég veit að 5x sinnum 2x 10x í öðru, þannig að það passar. Og í aftasta liðin vil ég fá 15 og það 5 sinnum 3. Og nú vantar mig x í þriðja, þannig að hér set ég x í öðru, af því að x í öðru sinnum x x í þriðja. Svo vantar mig þetta hérna og ég fæ það fram með því að skella einu hér. Þannig að þetta þá eins mikil þáttun og við getum gert hérna. Það má líka taka þetta skrefinu lengra og það skiptir engu máli hvort þetta x eða eða bara eitthvað allt annað eins og Coco Puffs. Hér eru 2 liðir og við viljum breyta þessu í eitt lið með þáttun. Þannig að við hugsum hvað sameiginlegt með liðunum Coco Puffs og Coco Puffs sinnum x? Jú, það Coco Puffs. Þannig að við tökum Coco Puffs út fyrir svega og hugsum okkur þá. Coco Puffs sinnum hvað Coco Puffs? Það 1, af því að 1 sinnum Coco Puffs Coco Puffs. Og svo Coco Puffs sinnum hvað Coco Puffs sinnum x? Það bara x. Þannig að ég hef ekki að spara mér heilmikið pláss inn í þessum svega. Og svo getum við margfaldað tilbaka til að vera viss. Coco Puffs sinnum 1 Coco Puffs. Coco Puffs sinnum x Coco Puffs x. Síðan þessi plús inn á milli, þannig að allt gengur upp. Stundum getum við þátta beint með svokölluðum ferningsreglu og samákareglu, alveg svo við vorum að liða eða margfalda í síðustu æfingu. Og hérna eru þessar 3 reglur. Það sem við erum að reyna að koma auga á ef við erum með 3 liði sem á einhvern nátt fylgja þessu munstri, þar sem að við erum með 2 ferningstölur, og síðan miðjulið annarkvort með plús eða mínus, þar sem að margfeldi af þessum 2 tölum hérna kemur fram með tvist fyrir framann. Eða þá í samákareglunni, þar sem við komum auga á 2 ferningstölur með mínus á milli. Ef við sjáum þetta munstur, þá getum við þátta beint og við skulum sjá hvort við tökum dæmi. Hér erum við með þá 2 liði, x í öðru og mínus 5. En samkvæmt samákareglunni getum við þátta svona upp í 2 svega ef að þetta eru báðar ferningstölur. Og hérna vissulega tala í öðru veldi, en okkur finnst 5 ekki vera ferningstala, því það engin heil tala í öðru veldi sem gefur okkur 5. Þannig ég get ekki þátta þetta upp í 2 svega eins og við viljum gera núna, nema kannski með kvadratrót, og við ætlum ekki að gera það í þessu námskeiði. En ef þetta einhver aðeins hentugri tala eins og 9, sem náttúrulega 3 í öðru, þá getum við notað samákaregluna og hún segir okkur bara nákvæmlega hvernig við gerum það. Skrifaði fyrri töluna plús seinni töluna án veldisins, sem þá 3, svo nákvæmlega eins nema með mínus á milli. Þetta má auðvitað gera líka með ágiskun, förum aðeins betur í það eftir smástund. En ef við sjáum þetta munstur beint, þá viljum við helst geta notað það svona. Hér þá spurningin, getum við notað fernings- eða samákareglu? Það munstur sem lítur svolítið út eins og samákaregla hérna. Tala í öðru veldi, mínus einhver önnur tala, sem ferningstala, 9 það, 3 í öðru. En við erum í vandræðum aftur hérna, af því að þó að x í öðru sé hérna, þá þessi tvistur fyrir okkur. Tvistur ekki ferningstala, það engin heiltala í öðru veldi sem 2. Þannig að við getum heldur ekki beint þátt að þetta með samákareglunni, en kannski með kvadratrótum, en aftur, það ekki á dagskrá hér. En ef að hér ferningstala, í staðinn fyrir tvist fjarki, þá erum við í góðum málum að þegar 4x í öðru má líka skrifa sem 2x innan svega öðru,
þegar veldið fyrir bæði á tvistin og x-ið. Og þá getum við sett upp í tvo sviga eins og áðan, þar sem við erum með fyrra fyrirbærið, sem hérna 2x, pluss þetta seinna án þess að vera komið upp í 9, það það 3, og alveg eins hérna nema með mínus á milli. Þannig getum við þátt hérna með samákreglunni. Hérna aðeins annars konar dæmi, þar sem eru 3 liðir. Þannig að við erum að leitast eftir því hvort við getum þátt þetta með ferningsreglunum. Og ferningsreglan gefur okkur þetta munstur hérna. Ef að fremsta talan er ferningstala og aftasta talan er það líka, þá gæti verið hægt að þátt þetta svona. Þannig að það byrja vel hérna. X er vissulega ferningstala, x í öðru. 4 er það líka, það er 2 í öðru. Þannig að ef að munstri passar, þá þarf líka miðjuleiðurinn að passa. Passar það að 4x er 2 skammtar af þessu hér án veldisins og þessu hér án veldisins. Og það passar hérna að því að 4x er vissulega 2 sinnum x sinnum 2, sem er þessi tala hérna, 4 er munið 2 í öðru. Og hérna er alltaf x í öðru. Og 4x er 2x sinnum 2, þannig að munstrið passar og þess vegna getum við skrifað þetta beint með ferningsreglunni svona. En sumir myndu vilja gera þetta með ágiskun og það er ekki bannað, en leið og við sjáum munstrið þá hjálpar það okkur og líka í aðeins flóknari dæmi. Þannig að það er spurning, hvenær getum við notað þetta? Hérna er aftur freistandi að sjá hvort að ferningsreglan hjálpa okkur í, af því að 9x í öðru er náttúrulega 3x innan sviga í öðru, y í öðru er líka ferningstala. Þannig að ef munstrið ætti að passa, þá ættum við að geta þáttað svona. En við lendum í vandræðum að því að nú passar miðjuliðurinn ekki. 5x y er ekki það sem við viljum fá, af því að samkvæmt ferningsreglunni áttum við að fá eitthvað eins og 2ab, en 5xy er ekki 2 sinnum 3x sinnum y, það myndi vera 6xy, en hérna er 5xy. Þannig að það þýðir fyrir okkur að þetta er bara alls ekki rétt svar, en það munaði litlu og þá er spurning hvort það sé yfir höfuð óþáttanlegt og fyrir okkur er líklega þannig hérna já, en í einstaka dæmum gætum að prófa sig kannski áfram með einhverju annari leið. En akkurat hér erum við þá í betri málum, að því hérna fáum við einmitt þennan miðjulið sem við óskuðum okkur eftir og þá passar þessi hérna þáttun eins og okkur langaði að gera áðan. Stundum blandast þessar aðferðir eins og fernings- og samákregla og taka út fyrir sviga og þá borgar sig yfirleitt alltaf að taka fyrst út fyrir sviga ef það er hægt. Þannig að ef við fáum dæmi eins og þetta hér, kannski er hægt að þátta beint upp í 2 sviga, en að því að þristur er sameiginlegur þáttur í öllum þessum hérna liðum, þá myndum við byrja á að taka þristinn út fyrir og breytum sér x í öðru pluss 2xb pluss b í öðru og hérna er einmitt þetta ferningsreglumunstur, ferningstala og svo blandaður liður sem passar akkurat við regluna, þannig að við getum skrifað þá svarið svona. Þetta er kannski misjafnlega einfalt, en eins og í þessu dæmi þá getum við tekið 6 út fyrir sviga, af því að 6 sinnum 4 er 24. Við fáum hérna 4x í öðru, mínus, og svo 9 sinnum 6 er 54, það er 9b í öðru. Og hérna erum við komið með samákreglumunstrið, ferningstala, 2x í öðru, ferningstala, 3b í öðru. Þannig að við getum skrifað 6 svíinn, 2x pluss 3b, 2x mínus 3b. Kannski væri hægt að fara beint hingað en það væri pínu flókið á þess að millilenda í þessari þáttun. Og að lokum er þetta sem við köllum þáttun með ágiskun. Og þegar við margföldum upp úr svigum, bara til upplifunar, eins og hérna x pluss a x pluss b, þá fáum við eitthvað svona út, x í öðru pluss xa pluss xb pluss ab og við gætum hérna sýnt hvernig þetta virkar með því að taka hérna x út fyrir sviga í miðjunni. Þannig að það sem kemur alltaf í miðjunni er í rauninni summan hérna af a og b, þessum tölum hér. Og
og það sem aftast margfeldið þessum tölum hérna A og B. Það sem það þýðir fyrir okkur að þegar við erum að þátta í 2 svega, eins og hérna, x plus 3x minus 10 og getum alls ekki nota ferningsreglu eða samlokareglu eða neitt af því að það passar ekki munstrið, þá getum við samt kannski þátta svona upp í 2 svega ef dæmið samið þannig að við erum að leita að 2 tölum. Það x plus eða mínus einhver tala og síðan annars svigi, það sem aftur x plus eða mínus einhver önnur tala, eða kannski sama talan. Og munstrið sem að þessi pæling hérna að kenna okkur að við erum að leita að því að þessar 2 tölur margfaldist saman hérna, og verði að 10. Og við hugsum þá, hvaða tölur eru það sem geta margfaldast saman og orðið 10? Og kannski, mínus 10 náttúrulega. Og við getum þá reynt að búa bara til lista. Hvaða tölur eru það? 10 og mínus 1, það passar. 5 og mínus 2. Og við getum líka snúið þessu hvolf. Það getur verið mínus 5 og 2. Og það getur líka verið mínus 10 og 1. Þetta eru allar tölurnar sem komið til greina hérna og í stærri dæmum getur þetta orðið aðeins flóknara. En síðan hitt sem við getum horft á hérna. Við erum að leita að summunni sem A og B og þá að mynda 3. Og við hugsum þá, hvað af þessum hérna pörum gefur okkur summuna 3? 5 plus mínus 2 3. Þannig að í rauninni, með því að horfa á þetta, þá veit ég að þetta eiginlega eina svari sem kemur til greina. Þannig að þessar tölur hérna eru þá x plus 5 og x mínus 2. Og þegar maður búinn að gera nokkuð svona dæmi, þá þarf maður ekkert endilega að skrifa eitthvað svona upp, en það getur verið þægilegt alveg í byrjun, að þegar maður getur gert þetta svolítið í huganum. Hvaða tölur margfaldast saman og mynda þessa tölu og leggjast saman og mynda þessa tölu. Þannig að, ég ætla ekki að fara eitthvað nánar í þetta, við getum bara alltaf notað eitthvað svona viðmið. Hérna stærra dæmi að því að það eru svo margar tölur sem margfaldast saman og mynda 36, 4 og 9, 12 og 3 og fullt af öðrum tölum. Þannig að ef við reynum að þátta upp í huganum, þá getum við alltaf reynt að stilla upp í þetta munstur strax. Hérna mínus, þannig að við vitum að tölurnar hljóta á ólík formerki. Öðru megin plus og hinu megin mínus. Það eina leiðin til að fá neikvæða tölu út úr margfaldinu. Þannig að við erum þá að hugsa með okkur, hvaða tölur margfaldast saman og mynda 36 en hafa mismun sem 16. Og hérna getum maður þurft að prófa þess aðeins áfram. 12 og 3. Nei, summan af því 15. Hvað annað getur verið? 36 og 1. 6 sinnum 6 og stundum getur bara tekið smá stund að prófa alla möguleika en eftir smá stund í umhugsun þá frekar auðvelt að sjá að 18 og mínus 2 passar að því að margfeldi mínus 36 og summan, eða mismunurinn hana, þá 16 og ef maður vill vera alveg viss þá borgar sig að margfalda bara tilbaka upp úr svegunum til að tjekka sig af. Í sumum dæmum þá eins og áðan viljum við passa okkur alltaf að fullþátta. Þegar við segjum þáttum, þá meinum við þáttum eins mikið og við getum. Og ef ég endilega til dæmis vil hérna að reyna að þátta beint upp í 2 svega, þá það kannski hægt með því að skrifa eitthvað svona 2x plus 4 og x minus 1. Og þetta rétt þáttað, en við erum ekki alveg búin af því að þessi svíi hérna þetta að þátta hann, þetta að taka 2 út fyrir svega hérna. Og formlega séð þá loka svarið einhvern veginn svona. Þannig að maður þarf að vera vakandi fyrir þessu ef maður vill endilega þátta svona beint. En öruggari leiðin kannski að byrja bara að taka 2 út fyrir svega í byrjun og þá fáum við eitthvað svona. Og þá auðveldara að þátta þetta líka því að ef við erum ekki með tvist hérna fremst þá verður þetta ekki eins leiðinlegt. Getum þátta beint upp í x plus 2 og x minus 1. Að lokum, þegar við erum almennt með svona tölu fyrir framann, hérna x eða a eða eitthvað, þá verður þáttunin snúnari af því að munstrið verður aðeins flóknara. Hérna get ég ekki tekið tvist út fyrir svega því að 2 gengur ekki upp í 5. Þannig að ég þarf að stilla alveg eins upp í 2 svega hérna, nema hérna eru þá með a en ekki x
og til þess að fá útkoman hérna 2a í öðru, þá hlýtur það þurfa að vera 2a inn í öðrum sviganum. Og annað sem flækir málið er að það er ekki alveg sama hvort það er plús hér og mínus hér eða öfugt. Við vitum ekki alveg fyrirfram hvoru megin er plús og hvoru megin er mínus. Þannig að ég veit ekki hvort það borgi sig að skrifa plús og mínus hérna strax. Kannski er bara best að hugsa aðeins málið áður en maður heldur áfram. Hvaða tölur það eru sem að koma til greina, og sem betur verið eru það ekki með margar, af því að fyrir tvist þá er það bara 1 og 2. Og hérna er plús, þannig að tölurnar hafa sama formerki, og hérna er mínus, og eina leiðin til að fá mínus í summu er að báðar tölurnar séu neikvæðar. Þannig að við hljótum í rauninni að vita þá aðeins meira strax að þó að almennt sé plús og mínus, þá er hérna núna, vitum við, gengur illa hjá mér hérna með stróklerið, að það er mínus báðum megin, 2a mínus og a mínus. Og öðrum megin er ás og hinum megin tvistur, og nú skiptir máli hvoru megin það er. Ef ég gerir þetta svona og marga það tilbaka í huganum, þá fæ ég 2a í öðru, svo mínus 2a og svo mínus 2a aftur. En það passar ekki, af því að ég fá mínus 5a. Þá prófi ég hinn möguleikann, hvað við setjum tvist hér og ás hér. Og marga það tilbaka í huganum, 2a í öðru mínus 2, 2a, það er 4a, og svo mínus 1a í viðbót, þá er ég komið mínus 5a. Og svo pluss 2 í endan, sem passar þá við mynstrið mitt. Þannig ég veit að þetta er þá rétt þáttun, en þetta getur verið snúnara.